Sælir krakkar og velkomin í skáktíma númer 2. Ég vona að þið muni nú öll hvað taflmennirnir heita síðan úr skáktíma 1 en við rifjum það líka upp í þessum tíma. Við ætlum sem sagt í þessu tíma að skoða mannganginn. Það er orð yfir hvernig taflmennirnir ganga, hvernig þeir labba, hvernig maður getur hreyft þá. Og þetta eru hlutir sem þið lærið ekkert bara með því að horfa á þetta myndband. Þið þurfa að æfa ykkur í skáktíma hjá kennaranum ykkar, horfa kannski aftur á þetta myndband og halda áfram að æfa ykkur. En þetta er eitthvað sem kemur smá saman með æfingunni. Æfingin skapar meistarann í þessu eins og öðru. Byrjum á manni sem birtist núna. Og svartur. Við höfum alltaf hvítan og svartan inn á borðinu á sama tíma. Þessi maður heitir, man einhver það? Já, hann heitir nefnilega biskup. Biskupi gengur á ská. Nú skulum við skoða það. Eins og þið sjáið, þá færi ég mennina til skiptis á ská. Þessi hvíti biskup, þessi svarti biskup hérna, hann gengur bara á hvítum reitum. En þessi hvíti biskup gengur bara á svörtu reitum. Við getum bætt við biskupum, einum svörtum og einu hvítum. Þá sjáum við að þessi hvíti biskup, hann gengur bara á hvítum reitum. Þessi svarti biskup bara á svörtum. Biskupinni ganga á ská, bara eftir línunum sem þeir eru á. Alltaf að passa það að biskupinni fari ekki af línu. Til dæmis getur þessi hérna svarti biskup ekki farið eitthvað svona á ská hingað. Það má ekki. En hann getur farið hingað en hann fylgir alveg línunni. Biskupinn gengur á ská. Næst skulum við skoða mann sem heitir Hvað heitir þessi maður? Jú, hann heitir hrókur. Þarna eru tveir hrókar inn á borðinu, annar hvítur og hinn svartur. Og hrókarnir ganga beint áfram, upp og niður og til hliðar. Ég geti ekki hingað, ég geti ekki hingað, ég geti ekki hingað og hingað, hingað og hingað. Sjáu þið alltaf beint, langt að þið vilja fara. Annarkvort bara stutt eða langt. Annarkvort í hliðar eða beint áfram. Annarkvort aftur á bak eða áfram. Annarkvort fram eða aftur. Hliðar og til hliðar. Alltaf beint í allar áttir. Alveg eins með biskupinn og alla taflmennina, þá lærið ekki hvernig þið labba bara með því að horfa á þetta. Þið þurfa að æfa ykkur á borðinu, æfa ykkur kannski heima, hlusta á kennarinn ykkar tala um hvernig taflmennirnir ganga, horfa aftur á myndbandi hjá mér og svo framvegis. Skoðum næst þennan hér. Bætum við svartri drottningu. Drottningin er alltaf með kórónuna muniði. Kórónuna hér á haustum. Drottningin gengur bæði eins og hrókur og biskup. Þannig að hún má fara til hliðar eins og hrókur eða ská eins og biskup. Beint upp eða beint hérna á ská. Annarkvort er að beint áfram eða á ská. Það stundu talað um að drottningin með að gera það sem hún vill, en það er ekki alveg rétt. Ég get ekki að leggja drottningin til þess hingað. Það er að fara beint áfram eða beint á ská. Þetta er sömu línu sem hún er á. Skoðum næst kónginn. Kóngurinn getur farið einn reit í allar áttir. Svona, 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 svona. Þannig að hann gengur eiginlega alveg eins og drottningin, af því að hann má fara beint áfram, aftur og bak, til hliðar eða á ská.
Munurinn á kóngnum og drottningunni sá að kóngurinn getur bara farið 1 reit á meðan drottningin bara 2 reiti, eða 3 reiti, eða 4 reiti, eða 5 reiti, 6 reiti, eða 7 reiti, eða 8 reiti. Hún getur ekki farið fleiri reiti en 8. Skoðum af hverju það seinna. En kóngurinn fer 1 reit í allar áttir. Nú erum við nærri því búin að fara yfir alla taflmennina, hvernig þeir ganga. Munið þetta orð, manngangurinn. Nú eru þið að læra mannganginn. Þegar þið eru búin að læra hvernig allir taflmennirnir ganga, hvernig það má hreyfa þá getið þið sagt að þið séu búin að læra mannganginn. Og ef maður kann mannganginn, þá getur maður að fara að tefla skák. Maður vill helst kunna alveg mannganginn áður maður byrjar. Því annars getur komið einhver skrítin staði upp á borðinu sem má ekki koma upp. Við höfum eftir að skoða þennan hérna. Munið hvað þessi litli heita? Jú, þau heita peð. Peðin ganga bara beint áfram. Þau með ekki bakka. Peðin má ekki fara hingað. Það ekki hægt. Peðin má fara hingað. Og þetta svarta peðin má annað hvort fara hingað eða hingað. Því í byrjun þá með peðin bara 2 reiti. Sko bakka hérna, sjáum að hvítur getur líka farið hingað. Svartur hingað. Hvítur getur líka farið 1 reit og svartur 1 reit. Og ráða hvort maður farið 1 reit eða 2 reiti þegar maður leika peðin í fyrsta skipti. En eftir það má bara leika 1 reit áfram. Svona, nú getur svartur leikið hingað. Þá getur hvítur leikið hingað og svartur hingað. Það fleira sem peðin gera, eins og þau getur gert framhjálaup og breytt sér í nýjan taflmann ef þú koma alveg yfir borðið. En við skulum skoða það seinna. Það sem þið þurfa að muna að peðin ganga beint, annarkvort 2 í byrjun eða 1. Þá það þessi hérna maður. Hesturinn. Nei, hann má ekki kalla hann hest, af því hann heitir riddari. Og riddarinn erfiðasti maðurinn til að læra hvernig gengur. Manngangur riddarans, hann svolítið erfiður. Það stundum sagt að hann fari í ell. Þið sjáu það fyrir ykkur. Það fer alltaf 2 reiti áfram í einhver átt og síðan 1 til hliðar í aðra áttina. Það getur verið 2 áfram í þessa átt og 1 hingað og 1 hingað. 2 hingað, 1 hérna, en hann hefði líka getað verið hingað. Það svolítið flókið að læra riddarann. Þið getið gert það með æfingunni. Nú ætlum ég að leika riddarann svolítið þannig að þið reynið að muna hvernig hann gengur. Svo alltaf 2, 1, 2, annarkvort 1 í þess átt, 1 í þess átt. 1, 2 og 1 í þess átt, 1 í þess átt. 1, 2 og 1 í þess átt, 1 í þess átt. Má ráða hvort. Það sem riddari má gera, það sem aðri menn má ekki gera, það það að hann má hoppa. Ef við setjum svartar hók hérna, svartar drottningu hérna, mætti riddarinn hoppa yfir hrókinu og drottninguna og fara hingað. 1, 2 og síðan 1 til hliðar. Hann getur hoppað með þess að tilbaka ef við. Þessi myndi fyrst fara hingað kannski og getur hoppað tilbaka. Og hann getur líka hoppað í þess átt. 1, 2 og 1 til hliðar. En þessi maður riddarinn, hann svolítið erfiður, slóttuðu taflmaður og hoppuður aðra menn. Það erfitt að læra hann. En með æfingunni, eins og ég sagði á þann, þá ættu þið að geta lært hvernig riddarinn gengur í ell eða 2 áfram og 1 til hliðar og muna hann má hoppa. Takk fyrir tíman í dag, krakkar, þar sem við vorum að skoða mannganginn. Núna farið þið og æfið ykkur kannski heima eða tíma hjá kennarunum og ekki vera smeyk við það að prófa hvernig kallarnir labba. Af því ef þið gera einhverja vitleysu,
Annaðhvort leiðrétta bekkjarfélagar ykkar sem eru búin að læra mannganginn eða kennarinn ykkur. Þannig að með því að æfa sig, prófa sig áfram, prófa hvernig taflmennirnir hreyfast, þá getið þið lært mannganginn. Sjáumst og heyrumst í næsta skáktíma.